Andsvörum lokið. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Virðulegur þingforseti. Icesave-málið ekki minnisvarði mistök fólksins í landinu. Icesave-málið ekki minnisvarði mistök íslensku þjóðarinnar. Nei, það ekki svo. Það skal aldrei heita svo. Þjóðinni verður ekki kennt það hvernig hér komið sögu, hvað efnahag og orðspor Íslands varðar. Hér skulum við hafa eitt á hreinu: Icesave-málið minnisvarði mistök valdsins. Frú forseti, í Icesave-málinu hlutverkaskiptin skýr. Fórnarlömbin breskir og hollenskir sparifjáreigendur og að endingu íslenskir skattgreiðendur, sjálfur almenningur í landinu, sem ekkert hafði til saka unnið í þessu efni, annað en að treysta fulltrúum valdsins fyrir stjórn landsins. Fórnarlömbin venjulegt fólk sem situr uppi með ömurlega skuld sem var stofnað til vegna ábyrgðarleysis og mistaka stjórnvalda og nokkurra útvalinna athafnamanna sem hvoru tveggja hefðu sannarlega getað forðað þessu slysi. Mér liggur við að segja ódæði ef þeir hefðu hugsað meira fólk en fjármuni. Og sökudólgarnir þá hverjir? Það eitthvað á reiki? Leyfist okkur að tala þá? Leyfist okkur að tala pólitík? Eða skulu þeir faldir í tómarúmi umræðunnar vegna einhverjar óskiljanlegra tillitssemi við forherta stjórnmálastefnu sem blindaðist stund í sjálfum gleði sinni? Leyfist landsmönnum ekki að tala út þennan hörmungarkafla í Íslandssögunni vegna landlægrar minnimáttarkenndar þegar kemur að samanburðinu við aðrar þjóðir? Þorum við að kannast við mistökin? Viljum við ekki greina vandann? Frú forseti, hér verður að greina vandann. Hér verður strax að taka af skarið. Hér verður ekki síður að gefa sökudólgunum gaum en sjálfum fórnarlömbunum, ef okkur á annað borð á að takast að læra af sögunni. Hér þurfum við að horfast í augu við endimörk óbeislaðrar markaðshyggju. Hér stöndum við frammi fyrir endalokum óheftrar græðgisvæðingar. Það var hér sem sérhagsmunir sönnuðu endanlega ókosti sína og almannahagsmunum var kastað í einu lagi fyrir róða. Hæstvirtur forseti, það akkúrat hér sem gerður verður greinarmunur á frjálsu hagkerfi annars vegar og ábyrgu hagkerfi hins vegar. Spurningin nefnilega sú, og hún ansi ágeng, og ágengir margur þorir að horfast í augu við. Fer þetta tvennt saman? Getur frjálst hagkerfi verið ábyrgt? Frelsið sterkari og frekara en ábyrgðin þegar þriðja breytan, blessuð mannskepnan, blanda sér inn í þessi hugtök? Það nefnilega svo, og nákvæmlega hér sem sjálft grundvallaratriði mannlegra samskipta hverfist takmörk frelsisins. Á endanum, frú forseti, snýst Icesave-málið mannasiði sem við skulum kenna mannasiði. Horfum þessu næst og hörfum tilbaka og viðurkennum vandann. Hann fólst í því
Hann fólst í því, Framsókn þarf að hlusta, hann fólst í því að fáum útvöldum mönnum sem enga reynslu höfðu af viðkvæmum bankaviðskiptum var skyndilega falið að gæta fjármuna almennings og ávaxta þá ókomin ár. Frú forseti, ábyrgðin verður vart meiri í samfélagi manna. Viðlíka ábyrgð er aðeins komið í hendur traustustu, varkárustu og heiðarlegustu peningamanna hvers samfélags. Var þeirra vandlega leitað? Ég segi nei. Það er nefnilega svo að ábyrg stjórnvöld velja til þessara umsýslu aðeins þá sem eru hafnir yfir allan vafa í viðskiptum. Gerðu þau það? Ég segi nei. Ábyrg stjórnvöld stytta sér ekki leið inn í eigin flokkskompur og afhenda sjálft fjöregg þjóðarinnar reynslulausum ríkisbubbum. Hverslags stjórnvöld haga sér eins og drukkin glaumgosi í spilavíti og veðja sparifé almennings á altari eigin hagsmuna. Hverslags stjórnvöld eru það? Leyfist okkur að tala um það? Ég var stundum um það. Jú, það eru stjórnvöldin sem seldu ríkisbankana í óskiljanlegu óðagoti og ekki til hæstbjóðanda, heldur þeirra sem á endanum höfðu ekki einu sinni ráð á þessum kaupum aldarinnar, heldur þurftu að taka lán til þess og neituðu að lokum að standa skil á því. Já, tökum hér vel eftir. Bönkunum var komið í hendur þröngs hóps manna sem sjálfir treystu ekki í eigin peningum inn í reksturinn. Heyr á endæmi. Þetta er ömurlegur vitnisburður ráðamenn sem snerust hringinn í kringum sjálfa sig og boðuðu breiða eignaraðild að nýfrjálsum viðskiptabönkum fyrir miðnætti, en breyttu svo aldeilis kúrs nóttina og skipuðu svo fyrir að eignaraðildin skyldi vera þröng, mjög þröng og aðeins fyrir útvalda, og svo sem af hverju? Jú, þeir hinu sömu ætla að flytja eins og mikið erlent fjármagn til landsins. Gerðu þeir það? Ég segi nei. Þetta voru menn sem í rauninu kunnu aðeins eitt í viðskiptum, að taka lán og aftur lán og aftur lán og meira í dag en í gær, helst miklu meira í dag en í gær. Það var snilldin, færa snilldin. Frú forseti, það er ekki seinna vænna að lýsa eftir þessu erlenda fjármagni nýríku eigendur gömlu ríkisbankana. Það er nefnilega ennþá ókomið. Þetta er viðkvæmt fyrir suma. Það skal verða borgað á endanum og ég ætla rétt að vona að þjóðin ráði vaxtakjörunum. Hér á þjóðin heimtingu á endanlegu uppgjöru, alvöru uppgjöru. Frú forseti, þetta er viðkvæmt fyrir suma, þannig ég ráðlegg mörgum að fara yfir úr sal. Það er þröngt í búi á Íslandi þessa dagana eftir svakalegasta skipbrot nokkurra stjórnmálastefnu sem reynt hefur verið á Íslandi. Nærri lætur að frjálshyggjutilraunin hafi kostað Ísland bæði aleiguna og orðsporið. Það dugar ekki eitt út af fyrir sig að Guð blessi Ísland í framhaldinu, miklu fremur að alla framtíð forði sami Guðinn bæði landi og þjóð frá svona stjórnmála og viðskiptaæfingum sem gera miklu fremur ráð fyrir sundrungu en samfélagi. Svo heila gallerið fáið þrifist. Kommunismin og nasismin fjallu sakin mannfyrirlitningar á síðustu öld, og hér er ekki djúpt í árunni tekið að segja að á nýrri öld hafi frjálshyggjan einnig fallið vegna mannfyrirlitningar. Frú forseti, það er þröngt í búi á Íslandi af völdum þröngrar efnishyggju. Þröngt var líka stjórnmálaviðhorfið sem rak okkur í þessar ógöngur. Það rúmaðist ekki mikið lýðræði í því valdabrölti sem leiddi til